Verið sæl og verið velkomin í þriðja þátt af fótboltasögu fyrir svefnin og ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarson og með mér er Stefán Pálsson. Í dag ætlum við aðeins að rekja sögu kvennaknattspyrnunnar. Já, það er náttúrulega kannski eitt af þessum sviðum sem að svona hvað mestur vöxtur er í upp á síðkastið og bara styttist í heimsmeistaramót sem að reyndar verður nú hinum megin á hnettinum, þannig að það er þó mikla vökunætur ef maður ætlar að ná mörgum leikjum þarna. Ja, þar verður hvar? Ástralía og Nýja Sjáland. Við vorum náttúrulega alveg grátlega nálægt í Ísland að vera með okkar fulltrúa þar. En ekki komist á HM. Nei. Nú viðeigandi, þú ert nú hérna í gamalli landsliðstreyju. Lucky 13. Akkurat. Ég er hérna í gömlum varabúningi Fram. Þetta er nú svona viðskiptanetið HF til að auglýsa. Þessi er rosaleg, sko. Þessi er glæsileg, sko. Umbrómerkin og það allt saman. En já, sko HM í fótbolta hefur nú farið, sko, þróast ansi mikið frá því að fyrsta opinbera heimsmeistarakeppnin var haldin 1991. Sem að var í Kína og Bandaríkin unnu Noreg í úrslitum, sko. Þú veist, strax orðin svona skrítin nöfn, kannski svona, já, alþjóðasambandinu, saminginu. Og meira að segja, sko, leiktíminn þá á þessu fyrsta móti, og þetta er nú ekki lengra síðan heldur en 91, að þetta voru 80 mínútna leikir. Já, ok. Þannig að það var ekki einu sinni, það var ekki komin 90 mínútna boltinn á þessu stíi, sko. Og ég meira að segja þegar ég er að byrja að fylgjast með sé fyrst kvennaleiki hérna á Íslandi þegar ég er patti, þá voru hornspyrnur teknar við enda vítategsins. Ok. Þannig að reyndar var sko leikmönnunum ákveðin vorkunn vegna þess að þá var dæmi það að kvennaliðunum væri bannað að spila í takkaskóm á grasi. Þannig að það var bara... Já, okay. Og það var bara vegna... Það var bara vegna þess að það myndi bara skemma grasið. Já, ok. Það var svo hugsun, sko. Já, ekki mikið plássa með að fengi. Nei, og við reykjum þetta á eftir, en að því að við erum hérna á sagnfræðilegum nótum, þá förum við bara alveg, sko, aftur í byrjunina. Og málið er nefnilega að þó að það sé stundum látið í það skína að kvennafótbolti hafi bara einhvern veginn komið fram 1970. Fyrsta Íslandsmótið er 1972. Þá er þessi saga lengri og hún er flóknari og furðulegri og margt af þessu er náttúrulega bara algjörlega fallið í gleymskunardá. Það má ekki gleyma því að þegar kemur að svona íþróttasögu þá snýst hún svona hinn formlegu íþróttasambönd. Við þekkjum eins og ef við erum að púsla saman bara fótboltasögu Íslands, þá er hún félögin sem lifðu. Ég meina, KR lifði, Fram lifði, Víkingur lifði, en það var fjöldinn allur af félögum sem voru stofnuð af einhverjum strákum, störfuðu í einhver misseri og lognuðust út af og þau eru engar heimildir. Þannig þau hafa verið skrifuð út úr sögunni. Og það sama gildir dálítið kvennafótboltann í til dæmis eins og Bretlandi, sem er svona kannski móðurland knattspyrnunnar, að þegar að svona sagnfræðingar virkilega grafa ofan í heimildirnar, þá sjást alveg þá er alveg til dæmi það að konur hafi spilað fótbolta, en það fór allt saman fram utan hinna svona formlegu félaga og það var alls ekki partur af knattspyrnusambandinu FA í Bretlandi og þar með hefur þessu verið sópað rosalega mikið undir borðið. Og það eru svona af þessum fáu skrásettu dæmum, þá voru svona feministar, svona súfragettur í Bretlandi, voru að efna til knattspyrnuleikja bara seint á 19. öld. Og
og svona eru þessar brotakenndu heimildir segja sko, tala stundum að það verði uppþótt á leikjum, áhorfendur ryðjist inn á völlinn og stökkvi jafnvel leikmönnunum á flótta og þar verðum við í rauninni kannski bara að giska hvort að þarna hafi bara verið stuðningsmenn að lifa sig svona mikið inn í leikinn eða hvort að þetta hafi hreinlega bara kallað á neikvæð viðbrögð og það hafi bara verið einhverjum karlmönnum verið misboðið að stúlkur væru þetta bara sparkandi í fótbolta og jafnvel léttklæddar og hafi bara ákveðið að taka málin í sínar eigin hendur og bara leysa þessa leiki upp. Allavegna vitum við það að knattspyrnusambandið enska strax aldamótin 1900 farið að senda frá sér sko fyrirmæli sem að banni í það minnsta kappleiki þar sem að karlar og konur leiki saman. Það einhvern veginn þótti alls ekki viðeigandi að þau væri hvort heldur sem væri í sama liði eða leiki hvort á móti. Og þetta var hvenær? Það er svona, það eru þekkt fyrirmæli frá 1902 til dæmis og þá reikna menn með því að það hafi nú kannski ekki alveg verið að tilefnislausu. Það hlyti að hafa verið einhver dæmi þetta. Og í sjálfu sér við þekkjum það að mér sé hérna á Íslandi að minni stöðum út landi þá kannski alltaf einu og einn stelpa sem að spilaði með strákunum og það við höfum enga ástæðu að ætla að þetta hafi verið eitthvað öðruvísi þarna 100 árum fyrr. Nema hvað að þannig að fótboltinn kvennafótboltinn hann alltaf til, þetta fyrirbæri hvort sem það til bara til skemmtunar fyrir iðkendur og jafnvel einhverja áhorfendur en ratar lítið í einhverjar opinberar skýrslur. Fótbolti gríðarlega vinsæl afþreying í Bretlandi á seinni hluta 19. aldar, byrjun þeirra 20. Afleiðing af því að það náttúrulega komið borgarsamfélag. Það eru verkamennirnir, þó að launin væru nú ekki há, þá höfðu menn frítíma, menn höfðu smá peninga til þess að eyða í einhverja afþreyingu. Mörgum tilvikum þá var hreinlega bara hvatt til þess að stofna fótboltafélög og skipuleggja fótboltaleiki bara til að verkamennirnir væru þó ekki á barnum þegar þeir ættu frí. Þannig að kirkjan í Bretlandi meira að segja og svona templararhreyfingin átti alveg stóran þátt í að lyfta undir fótboltan bara sem eitthvað svona til að fólk hefði eitthvað við að vera á frítögum. Og kannski stóra breytingin á tímum fyrir heimsstyrjaldarinnar. Já. Þá náttúrulega breytist það sem margt. Ungu mennirnir eru sendir á blóðvellina í Evrópu og eru sko strádrepnir þar. Konur í þessum stríðsþátttöku löndum fara í vaxandi mæli að sinna þeirra störfum, fara út á vinnumarkaðinn, í verksmiðjurnar, í vopnaverksmiðjurnar til að mynda og það náttúrulega, það ber öllum saman það skiptir mjög miklu máli bara fyrir sögu bara kvenfrelsis og jafnréttis baráttunnar þessi skyndilega innkoma kvenna bara á öllum sviðum þjóðlífsins. Konur fara að taka bílpróf og starfa sem atvinnubílstjórar og sinna yfirmannsstörfum og þar fram til göttunum. Og þá náttúrulega gerist tvennt. Mikið af þessum fótboltaliðum í Bretlandi
höfðu verið bara verksmiðjulið. Bara í mörgum iðnaðarborgum eins og í Norður Englandi þá höfðu bara hreinlega eitt af því sem að stjórnendur verksmiðja gerðu, að þeir héldu úti fótboltaliði líka. Og svona til að auka bæði svona samkenndina og vinnustæðamóralinn og svona halda utan starfsfólki þegar það átti frí, þannig að þarna eru bara höfðu verið þessi vinnustæðalið. Þetta er rauninni það sama og við sáum gerast síðan miklu síðar í svo Japan og Kóreu, þar sem að mér að segja enn í dag eru sko stærstu fótboltaliðin þar eru bara útibú eða undirdeildir í reisafyrirtækjunum. Okay. Toyota og Mitsubishi og bara allir áttu sín fótboltalið. Þannig að í vinnuumhverfi þar sem að verksmiðjurnar eru miklu leyti skipaðar konum og konur búin að ganga inn í önnur störf, þá var ekkit óeðlilegt að þær færu líka inn í þetta hlutverk. Og að verksmiðjuliðin yrðu bara skipuð konum og spiluðu á laugardögum til þess að svona létta móralin. Og við þetta bætist líka að það þótti ekki sérstaklega viðeigandi að ungir fullfrískir karlmenn væru að spila fótbolta á meðan að jafnaldrar þeirra væru að deyja í skotgröfum í Frakklandi. Karlar sem að ekki fóru í herinn og vildi ekki láta stráfella sig fyrir föðurlandið, að þeir voru taldir aumingjar og var sko bara rakirtir á götum úti. Þannig að það var ekki stemning fyrir að halda karlafótboltanum uppi, sama dampi. Fótboltaþorstin var enga síður fyrir hendi og þessi kvennalið, þau bara uppfylla þá þörf. Já, hann fekk að njóta gríðarlega mikil að vinsælda á þessum tíma, það ekki? Ég meina, fara sögur af mikil ásókn á leikjum og til dæmis bara eitt leikur það sem var talið sko, vel 50.000 pluss manns hafi mætt á leikinu. Já, það er þetta svona góðsagnakennda kvennalið, þarna Dick Kerr's Ladies, sem að einmitt var í grunninn sko verksmiðjulið frá borginni Preston, sem að tekur þetta svona eiginlega skrefinu lengra. Stúlkurnar í því liði, þær svona stappa næri því að vera atvinnumenn, og það er lið sem að þá er náttúrulega sko þó þarna séu komið kvennalið og þau séu að spila, þá fer þetta allt saman fram utan enska knattspyrnusambandsins. Það eru ekki skipluð mót í rauninni, það er ekki keppt einhvern Englandsmeistara titil eða eitthvað slíkt, þannig að nær allir þessi leikir eru ekki góðgerðarleikir alltaf mikið fyrir. Þetta eru vináttuleikir, þetta eru oft einmitt þannig að sko stór mannamót voru nú bara ekkert vel séð þarna á stríðstímum. Yfirvöldum fannst nú kannski að fólk ætti að vera að gera eitthvað betra við sinn frítíma og ætti ekki að vera að eyða peningum í að mæta á einhverja íþróttakappleiki og einhvað slíkt. Þannig að lausnin var dálítið sú að skilgreina þessi mót sem svona góðgerðarleiki, að hluti af hagnaðinum færi einhvert gott málefni og oft bara hreinlega stríðsreksturinn. Það var ekki að stoppa það. Ef að þú sagðist bara vera að safna peningum fyrir hermennina á völlunum eða fyrir ekkjur og munaðarleysingja eða einhvað slíkt, að þá gáttu engir staði gegn því. Og þetta gengur alveg ágætlega svo sem á stríðsárunum og fyrst á eftir. En einmitt að því þú nefnir þennan frægaleik sem að á sér stað á Goodison Park.
þar sem að Dick Hersladies leika sýningaleik fyrir framan, mér minni 53.000 áhorfendur og ástæðan fyrir að það voru ekki fleiri var að það komist bara ekki fleiri inn á völlin síðan voru einhverjar þúsundir sem stóðu þar fyrir utan og í svona sama leiktúr þá eru leiknir 2 aðrir leikir sem að báðir fá sko 20 til 30.000 áhorfendur og þetta var svo sem, þetta voru góð gerða leikir og það allt saman en því hefur verið haldið fram að þetta hafi í rauninni verið ákveðin pírosasigur því að þó að þetta voru náttúrulega áhorfenda met sem að fjallu ekki á kvennaleikjum fyrir en bara á síðustu árum sko. Síðan bara í Bandaríkjunum einhver tíman hérna undir aldamót þá fór viðvörunarbjöllur að hringja hjá forystumönnum knattspyrnusambandsins því að viðhorfin eftir að stríðinu lýkur þau breytast talsvert hratt ákveðin hluti af bresku þjóðfélagi og þá sérstaklega svona yfirstéttin efri borgarastéttin íhaldsmennirnir þeir sáu fyrir sér að það væri bara hægt að spóla mjög hratt tilbaka að samfélagið eftir stríðið yrði eins og það var fyrir stríð sem bara einhver svona Downton Abbey samfélag með húsbændum og hjúum að verkalýðurinn myndi bara sætta sig við að fara aftur á þau gömlu kjör sem að menn voru fyrir að konur þyrfti ekki að fá kosningarétt og annað slíkt þannig að það væri bara eins og segi, spóla hratt tilbaka hluti af þeirri herferð var að koma konunum aftur inn á heimilin og það hefst mikil herferð þar sem að atvinnurekendur eru bara hvattir til þess að segja upp þeim konum sem voru búin að vera að vinna í fyrirtækjunum stríðsárin vegna þess að karlarnir sem að væri að koma aftur eftir að hafa verið að þjóna föðurlandinu og vígvellinum þeir ættu skilið að fá störfin þeir ættu ekki að þurfa að vera atvinnulausir út af því að einhverjar konur væru búin að koma sér makindalega fyrir á fleti og þeir ættu að eiga rétt á því að þegar þeir kæmu þreyttir heim úr vinnunni að þá biði þeirra bara heitur matur á borðinu og það má kannski túlka þessa atlögu að kvennaboltanum í þessu ljósi. Þetta er svona hluti af þeirri hreyfingu að nú skildu kynin fara aftur í sín hefðbundnum hlutverk og við sjáum það við sjáum yfirlýsingar og samþyktir hjá ensku fótboltaforystunni sem að bara gengur út á það að fótbolti sé ekki kvenleg íþrótt og svo var náttúrulega alveg þessi sko sígilda afsökun sko sem er nú alltaf notað að fótboltaiðkun væri jafnvel hættuleg og þetta gæti skaða móðurlífið og komið í veg fyrir að stúlkur gætu eignast börn síðar meir. Ég minnist þess nú bara þegar ég var sko táningur í unglingavinnunni að þá mátti nú ekki setja stelpurnar á slátturvélarnar og orfin vegna þess að það voru einhverja flökkusögur það að þetta er einmitt svo slæmt fyrir legið. Þannig að þetta eru mýtur sem að ganga alltaf aftur og aftur og aftur. Já. En hvernig var viðhorfið hjá fólkinu sem var að sækja þessa leiki? Þú veist, var þetta litið á þetta sem bara eitthvað grín eða var þetta alveg skemmtun og var alveg virðing borin fyrir konu sem voru að spila fótbolta á þessum tíma? Veistu það? Þetta er pingu beggja blands og málið er að og það má síðan aftur veltaði fyrir sér sko til dæmis klæðarburður knattspyrnu kvennanna var nokkuð frábrugðin karlana það sem kannski vekur sérstaka athygli er að það er leika yfirleitt með hatt
Þær eru ekki berhöfðaðar, þær eru með svona hjálm eða? Já, svona hatta eða sem að í þessum svona þriðja áratugs stíl sem að og þær eru náttúrulega, þær eru snirtilega til fara umfjöllunin þegar skrifað þetta alvarlega í hérna íþróttablöðum að þá samt líka alltaf svona lögð áhersla á ekki bara einhverja knattækni eða markaskorun eða úrslit heldur líka einhvern veginn svona þokkan að þetta sé nú svona jú, það sé gaman að horfa á skemmtilegan leik ekki spilli fyrir að þetta sé nú talsvert fyrir augað þetta séu fallegar ungar stúlkur og það sé nú gaman að sjá þær dálítið hérna æslast sko svo má aftur velta því fyrir sér sko hvort að það sé að öllu leyti við sjáum ef við horfum á kannski þær íþróttir sem að var félagslega viðurkenndara að stúlkur iðkuðu á þessum tíma eins og til dæmis fimleika þá sjáum við það að þar er svona umfjöllun sama stefið. Þar dást menn að fimi og færni stúlknana en það er líka hort á útlitið og hérna limaburð og klæðnað og annað slíkt. Já, og þetta tíðkast bara ennþá í dag. Við sjáum það bara. Það er það og í rauninni sko væri það endilega einhver sko stórsigur í jafnréttisbaráttunni ef það væri ekki hérna hort til þessara þátta, maður veit það ekki en hérna en það er alveg ljóst að knattspyrnusambandið reynir að tækla kvennaboltann þarna eftir stríðið með þessum rökum að þetta sé ókvenlegt og þetta sé hættulegt en síðan má færa fyrir því rök að þeim hafi líka fundist hér vera ógnað þannig að þessi óðbóðslegi áhorfendafjöldi sem var farin að mæta á staka leiki að þar hafi forystumenn kallaliðana bara fylgst öfund því að það sem að enska knattspyrnusambandið að gera á þessum tíma að það er verið að stækka deildakeppnina enska deildin þá í rauninni orðin sko fyrsta deild, önnur deild og svo tvöföld þriðja deild, norður deild og söður deild þannig að í rauninni komin þessi fjöldi þetta er orðin 90 félög eins og enn í dag í ensku deildinni þannig að þetta eru gríðarlega margir klúbbar að berjast áhorfendur og hilli atvinnumannalið og þau bara, þeim svíður að sjá 20.000 áhorfenda mæta á þennan leik sem að er ekki undir enska knattspyrnusambandinu. Þetta er bolti sem að lítur ekki þeirra stjórn og spilið, þetta spjald sem að menn höfðu geta notað á stríðsárunum og fyrst á eftir að þetta var einhverjir góðgerðarleikir það er farið og enska knattspyrnusambandið getur fyrir vikið beitt sínu afli til þess að stoppa þetta. Það má alveg velta því fyrir sér ef að menn hefðu haft bara ímyndunarafl í forystu sveit enska knattspyrnusambandsins þarna árið 1920-21 til að segja, heyrðu, eigum við ekki bara að taka þetta inn undir okkar vendavæng, eigum við ekki bara að hleypa þessum kvennaliðum inn í knattspyrnusambandið, þá er viðbúið að greinin hefði bara dafnað og vaxið. En þetta voru yngir jafnréttissinnar sem að voru þarna í forsvari, þannig að 1921, það er oft sagt að þá hafi kvennaknattspyrna verið bönnuð í Englandi, það er ekki alveg nákvæmt. Það sem gerist er það að enska knattspyrnusambandið sendir út yfirlýsingu þess efnis að aðildafélögum þess sé bannað að
leigja eða lána fótboltavellina sína undir kvennaknattspyrnu. Þannig að ef að eigendur fótboltavalla leigja völlin fyrir kvennaleiki, þá verða sömu leikvangar ekki löglegir fyrir keppni karlabolta. Þannig að strangt til tekið mátti hvaða vallareigandi sem leigja kvennaliðunum völlin, en það gerði það enginn vegna þess að tapið á hinum viðskiptunum var svo miklu meira. Og þá í rauninni fótunum sópað undan greininni. Jú, það var hægt að spila áfram á það var annað afbrigðið af rúbí skiptist í 2 afbrigði og annað afbrigðið af rúbíinu leit svo á að þeir væri ekkit í neinum tengslum, þeir þyrfti ekkit að hlýða knattspyrnusambandinu með þetta, og það var hægt að spila á þeim völlum, einhverjir frjálsíþróttavellir sem að fengust lánaðir. Dick Hairs Ladies félagið þraukar í smá tíma þarna á eftir, fara til Bandaríkjana í fræga keppnisför sem að reyndar átti að vera keppnisför til Kanada og Bandaríkjana, og leið og liðið kemur að landi í Kanada 1922, þá grípa íþróttayfirvöld þar í landi hratt í taumana og banna kvennaknattspyrnu í landinu, en það var ekki gert fyrir sunnan landamærin, og því hefur verið haldið fram að þessi ferð þarna 1922 hafi sáð ýmsum fræjum sem að verður síðar til þess að kvennaboltinn í Bandaríkjunum verður mun sterkari heldur en víða annars staðar. Og þetta hefur árun á eftir þá fylgja fleiri lönd í fótsporið. Norðmenn, þeir banna kvennafótbolta. Þjóðverjar sömuleiðis 1941. Já, þeir gera það, og svo svona deilt það hvort að það í víða annars staðar á meginlandinu, hvort að menn hafi yfir höfuð talið það nauðsynlegt. Konur spiluðu fótbolta víða á meginlandinu. Þetta algjört jaðarfyrirbæri. Þetta er svona neðanjarðar kúltúr, og þetta ekki grein sem að veltir neinum peningum. Það er pínlítið skemmtilegt í þessu samhengi að Íslendingar áttu svona, við áttum svona smá tíma í sólinni þarna á þessu upphafskeiði. Eitthvað blómaskeið hana? Já, því að á árum fyrir heimsstyrjaldarinnar þá var stofnað sérstakt knattspyrnulið kvenna á Ísafirði. Já. Og hét Hvöt. Einmitt, já. Og var nógu stór til þess að það gat stilt upp liðum og leikið innbyrðis. Það var íþróttakennari á staðnum sem að stóð fyrir þessu, og innan knattspyrnufélagsins Víkings snemma á 3. áratugnum þá var staðið fyrir fótboltaæfingum sem að fyrir stúlkur, og það eiginlega virðist síðan hafa bara lognast út af, meðal annars bara vegna þess að það fekk svona frekar hörð viðbrögð í samfélaginu. Stelpunum sem að æfðu þarna, þeim var strítt á þessu, og meðal þeirra sem að voru í þessum fyrsta fótbolta kvennaflokki Víkinga á 3. áratugnum var stórleikonan Anna Borg, sem að gat það í sínum endurminningum að stelpunnar hefðu hætt eftir að þeim var sagt að fótboltaspark gerði það verkum að fæturnir stækkuðu.
á fólki og það þótti nú ekki sérstaklega fínt að vera með einhverja stórar bífur hjá ungum stúlkum. Ég myndi nú frekar segja að þetta verið öfugt sko. Fæturnir mínir er bara sko minka og minka með hverju fótboltaskónum sem ég fyrir í sko. Já, ef Anna Borg hefði fengið réttari upplýsingar þá hefði hennar bara ferill kannski leið á þessu sviði. Já, það er bara þurft að upplýsa hana aðeins. En það sem að hérna og svo er hér nú svona pínulítil gáta að hérna að Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, sagnfræðingur sem að hefur verið að kynna sér íþróttasögu og íþróttasögu út frá svona jafnréttis sjónarmiði. Hún vill nú meina að ef að rýnt sé heimildirnar þá megi finna nokkur dæmi það að stúlkur meðal annars sem hluti af leikfimiskenslu í ýmsum skólum hafi verið að spila fótbolta, en það er pínlítið erfitt vegna þess að í heimildum þá er oft bara talað boltaleiki og það er mjög erfitt í Íslendingar, það er oft mjög erfitt að ráða hvort að þegar talað er boltaleiki, það sama gildir íslensku skólana í lok 19. aldar og byrjun þeirra 20. hjá strákunum, hvort að boltaleikur sé leikur sem er spilaður með fótunum eða hvort að þetta séu einhverjir leikir sem kannski minna meira á bara kíló eða brennó eða stó eða einhvað slíkt og þessi saga hún hefur ekki verið rannsöku mikið og mjög erfitt líka að vita hvort að það sé yfir höfða þetta grafa það eitthvað upp en maðurinn sem að stendur á bakvið þessar fótboltaæfingar stúlknanna í Víkingi er Axel Andrésson. En á þriðja áratugnum. Já, á þriðja áratugnum. Það er Axel Andrésson sem er svona, hann er faðir Víking, er einn af stofnendum Víkings og er þá bara sko, svona 10 ára eða 11 ára. Okay. Og verður einn helsti íþrótta og fótboltakennari landsins. Eftir að Íslenska knattspyrnusambandið er almennilega komið á laggirnar, þá er hann bara ráðinn af bara íþróttayfirvöldum og stjórnvöldum til að fara landið og hann heldur námskeið. Er að mörguleyti faðir knattspyrnunnar á Akranesi, þannig að hann er náttúrulega gríðarlega áhrifamikil persóna í íslensku fótboltalífi og víða annar staðar á landsbyggðinni, kenndi reglur, hélt dómaranámskeið og þar fram eftir göttunum. Og hann tekur mjög snemma þann pól í hæðina að hann kennir á sínum námskeiðum vítt og breytt landið. Þá kennir hann drengjum fótbolta og svo kennir hann báðum kynjum handbolta. Og handbolti verður kvennaboltasportið á Íslandi. Jafnvel í sko meira mæli heldur en meira að segja í sko skandinavísku löndunum og þar komum við aðdaldið svona merkilegu fyrirbæri í íslenskri íþróttasögu ef við horfum á stóru boltagreinarnar þrjár á Íslandi, horfum á fótbolta, handbolta og körfubolta og nú er fullt af blak áhugamönnum sem verða mjög mókaðir en þá sjáum við það í rauninni að sko þó að ég ætla ekki að gera lítið úr því að í handboltahreyfingunni hafa verið karlrembur og kvennaliðin hafa þurft að berjast fyrir sínu til þess að fá jafnrétti til jafns við kallana. Þá held ég að það sé erfitt að þræta fyrir það að jafnréttið í handboltanum hefur alltaf verið miklu meira. Munurinn á stöðu kvenna handboltans versus karla handboltans hefur verið og sérstaklega framan af á allt öðru stíi heldur en í fótboltanum og körfuboltanum. Þau lið sem að höfðu kallalið í handbolta, þau áttu yfirleitt kvennalið. Fjöldi þáttökulið á Íslandsmóti
miklu nær því að vera í jafnvægi, ekki bara fyrsta heldur fyrsta konan til að vera valin íþróttamaður ársins, það handboltakona eftir að Íslendingar verða Norðurlandameistarar í handbolta, reyndar á Laugardalsvelli því það var leikið utandyra og á grasvelli og svo mætti lengi telja. En var þetta bara því að handbolti var talin svona frekar hæfandi konum eða? Sko það er nefnilega, ef maður veltir því fyrir sér að nú þetta dálítið ef maður bara hugsa þessa íþrótt nú handbolti mjög líkamleg íþrótt og ef maður bara hugsar í einhverjum svona staðalmyndum það að svona ofbeldiskenndari greinar með mikla líkamlega snertingu og pústrum og glóðaraugum og öðru slíku það ætti að vera eitthvað karllægara og hitt fyrir konurnar þá mjög óröggrétt að handbolti verði kvennaíþróttin á Íslandi áratuga skeið og mín tilgáta í þessu sú að munurinn á þessari afstöðu byggir á því að konur og karlar byrja á nálega sama tíma að iðka handbolta hér á landi. Þegar að fyrsta Íslandsmótið haldið í handbolta 1940 eftir að íþróttahús Jóns Þorsteinssonar komið á Lindargötuna, þá keppt í karlaflokki og kvennaflokki. Þannig að á einhvern hátt þá þróast karlahandboltinn og kvennahandboltinn á Íslandi alltaf samhliða. Á meðan að þegar að hinar greinarnar koma til sögunar þá eru konur að koma inn í grein sem þegar svona establiseruð sem kallagrein. Dómineruð að köllanum. Já, og þær einhvern veginn að ráðast inn á eitthvað svið, þær að mæta inn í eitthvað partí þar sem þær voru ekki boðnar. Og það kallar á viðbrögð og árekstra. Já. Og þannig að ég held að þetta skipti talsveit miklu máli fyrir það sem að síðar verður og við komum aftur að Íslandi og stöðu handboltans og handbolta kvenna á eftir en nú skulum við fara að huga því hvenar fótboltinn svo endurvakin á meginlandinu og annar staðar í heiminum og þá þetta aldrei merkilegt að það gerist á ótrúlega skömmum tíma. Það má eiginlega segja að fótbolti vissulega sem eitthvað svona jaðarfyrirbæri og undir radarnum var til nokkuð víða en landslið landsmeistaramót þetta byrjar bara í hverju landinu á fætur öðru á þröngu árabili í kringum 1970 og þetta mann kannski furðulegt ef að í rauninni bara krafan hefði ekki komið að ofan þannig að á sama hátt og það voru fótbolta yfirvöld sem að drápu sjálfsbrotting kvenna fótbolta á fyrirluta 20. aldar að þá eru það þau sem að búa greinina dálítið til á seinniluta aldarinnar og það held ég að hljóti hafa bara verið í takt við bara þróunina í íþróttahreyfingunni almennt. Við sjáum það ef við horfum til dæmis á Ólympíuleika við skoðum bara greinarnar og iðkendurnar á Ólympíuleikum þá sjáum við að framan af bara mjög skýr og afdráttarlaus kynjamunur. Það sem að það byrjað á greinum sem að þótti bara svona viðurkennta konur kepptu í, þær fengu að keppa í golfi, þær fengu að keppa í tennis, þær fengu að keppa í bogfimi,
greinar sem að fólu ekki í sér neina líkamlega snertingu keppenda og voru jafnvel taldar ekkert sérstaklega líkamlega erfiðar. Fimleikarnir koma snemma inn og það er engin áhersla á að þetta séu nákvæmlega sömu greinar fyrir kalla og konur. Það verður mér að segja sko bakslag á 3. áratugnum þegar að á frægri ólympíukeppni í ólympíuleikunum í Amsterdam 1928 þá er keppt í 800 metra hlaupi kvenna og það er bara hlaupa og í lokin eru það náttúrulega bara úrvinda og leggjast á völlin eins og keppendur í spretthlaupi gera. En þetta þótti bara algjör hneisa. Páfagarður fordæmir frjálsíþróttaiðkun kvenna meira að segja og telur hana bara ekki guði þóknanlega og þá er einhvern veginn það að íþróttamennirnir sýndu merki bara líkamlega þreytu var einhvern veginn talið sko, á meðan það var talið lofsvert hjá körlum að þá var það náttúrulega talið bara hræðilegt og niðurlægjandi hjá konum. Þannig að þessi stóra innkoma kvenna í bara allar íþróttir byrjar eftir stríð og hún hangir dálítið saman við samkeppni risaveldana. Bandaríkin og vestrið og svo Sovjetríkin og þeirra fylgiríki, þau kepptu á öllum sviðum. Þau kepptu á sviðum lista, þau kepptu á sviðum vísinda og þau kepptu á sviðum íþrótta. Og bara frá og með ólympíuleikunum 1952 þá er það afskaplega ljóst að Bandaríkin og Sovjetríkin eru að keppa fjölda gullverðlauna og eru bara með markvissum hætti að byggja upp íþróttagreinar sem jafnvel njóta ekki mikilla vinsælda í viðkomandi löndum til þess að fá fleiri verðlaun á ólympíuleikum til þess að skora einhver prik í kalda stríðinu og ímynda keppni þeirra. Og Sovjetríkin lögðu áherslu á það að þar væri staða kvenna betri, hinn frjálsa sovjetkona var líkamlega sterk til þess að því að hún væri einhvern veginn jafningi karlmannsins, þannig að Austurblokkin lobbyar stíft á vettvangi íþróttarhefingarinnar fyrir því að það séu keppt í fleiri og fleiri greinum í kvennaflokki líka. Og við förum að sjá þetta á ólympíuleikunum jafnt og þétt að það fækkar alltaf þeim greinum sem að bara annað kynið keppir í. Og andspænis þessari bylgju þá kemst fótboltinn að þeirri niðurstöðu að það sé í rauninni frekar hallærislegt, að það sé ekki til kvennagrein. Og UEFA og FIFA senda bara ordru til sambandana það að nú sé tímabært að ýta undir það að kvennaflokkar séu stofnaðir innan íþróttafélaga. Og hér á Íslandi þá tekur þetta á sig þá mynd að Albert Guðmundsson sem formaður KSÍ að hann bara hvetur sín félög til þess að byrja að skipuleggja stúlkunaæfingar og það er dálítið merki og svo er það bara boðað að það verði farið að halda mót. Byrjar sem innanhús, fyrsta Íslandsmótið er haldið innanhús 1971 og svo er farið að spila utandyra árið eftir 72 og þetta vekur mjög takmarkaða kátínu hjá stjórnendum félagana. Þannig að það þarf í rauninni
það þarf dálítið að snúa upp á hendurnar á köllunum sem eru að reka knattspyrnudeildirnar hér í bara allstaðar hérna á höfuðborgarsvæðinu til þess að þeir fáist til þess að skipuleggja þessar fótboltaæfingar. Og viðbröðin alltaf þau sömu, það eru alltaf fái vellir. Það er ekki pláss í íþróttahúsunum, það er mjög takmarkað, það eru umsetnir allir malavellirnir og grasvellirnir og við höfum engin laun til þess að borga einhverjum þjálfurum og þar sér maður að mynstrið er dálítið þannig að það er oft svona gamlir forystumenn sem beinlínist tengjast KSÍ sem að taka það að sér að þjálfa kvennaflokkana bara í sjálfboðavinnu. Þessi kvennalið þau þurfa ofta að sæta alls konar skilyrðum, þær fengu nú ekki að fara inn á grassið eins og við nefndum hérna á áðan og ef þeim var hleypt inn á grassvöll þá var það bara á strigaskóm eyðilögðu nú ekki takkandi þeirra tættu nú ekki upp grassið fyrir strákana og þarfram eftir götunum og þessar fyrstu fótboltakonur á Íslandi það eru handboltakonur. Þannig að ef maður lítur yfir þessi fyrstu íslensku meistaralið í fótboltanum þá sér maður þetta eru sömu liðin sem að tefla fram liði í kvennafótbolta og eru með sterk handboltalið. Hvernig er það? Það er þá rauninni þannig að í karlaboltanum hafði reglan verið sú að handbolti var vetraríþróttin og var inni, fótbolti var sumaríþróttin og var úti. Og þetta voru sömu menn sem voru að spila á báðum stöðum, þannig að fjöldin allur af bara ef við förum aftur á 7. áratuginn, jafnvel 8. áratuginn, þá erum við fjöldan allan að mönnum sem eru leika meistaraflokksleiki og jafnvel landsleiki bæði í fótbolta og handbolta. Hemmi Gunn er gott dæmi og það er hægt að telja hérna ýmis dæmi upp þetta og það þýddi það að bara þegar fótboltatímabili byrjaði, þá hættum við bara að æfa handbolta og fóru bara út. Í kvennaflokknum gerist það hins vegar að það var þá vetraríþróttin var handbolti innandyra og sumaríþróttin það var utanhús handbolti sem að er mjög kunstu íþróttagrein sem að er löngu hætt. Ég held að síðustu Íslandsmótin í utanhús handknattleik hafi verið snemm á 9. áratugnum, spilað á malbyggi og grein sem að svona laut dálítið öðrum lögmálum heldur en hefðbundin handbolti. Ég veit til þess að spila á gervigras út í Svíþjóð og unglega mótum á sömri til sko. Já, þetta eru eins og segi, þetta er kunstugt sport sem að dó í rauninni við það deyr miklu fyrir í karlaboltanum. Í karlaboltanum þegar þá er þetta í rauninni, þá voru svona einu sem að heldur lengi áfram að leggja einhvað upp úr handbolta utanhús, það voru einmitt þau félög sem að áttu ekki fótboltalið sem að náðu neinu máli. Haukar í Hafnarfirði voru aldrei með sterkt fótboltalið, þannig að þeir syntu handboltanum. Kannski sama saga ennþá í dag. Þar hætti hálfur Hafnarfjörður að hlusta á þáttinn. En þetta lifði lengur hjá konunum, meðal annars vegna þess að mörg lið út á landi sem að ekki höfðu aðgang að íþróttahúsum og gátu ekki verið að keppa á Íslandsmótinu innanhúsi við veturinn, þau áttu kannski öflug útilið, þannig að
lið eins og Völsungur frá Húsavík var hérna lið sem barðist Íslandsmeistaratitla í handbolta utanhús, keftu aldrei innandyra. Þannig að þetta var svona pínu flóknari mynd. En stelpurnar í handboltanum sem voru í útiæfingum á sumrin og útispilun, þær gripu stundum í fótbolta á æfingum. Og þetta er náttúrulega alþekkt að handboltamenn, hvernig hita þeir upp? Þeir hita með því að fara í fótbolta, sem að er fullkomið ábyrgðarleysi og stórhættulegt. Þetta vita allir að bumbubolti er náttúrulega mesta slysagildra hérna allra íþrótta. Þannig að þessi fyrstu svona skipulögðu fótboltaleikir kvenna, þeir eru með kvennaliðum í handbolta sem að spreyta sig í fótbolta. Og KSÍ gerir sitt til að lyfta þessu. Það er skipulagður opinber knattspyrnuleikur, hann er þetta stuttur, þetta 20 mínútna leikur, þar sem að lið skipa Reykvíkingum, keppir á móti Keflvíkingum, og þetta er upphitunuleikur fyrir landsleik á Laugardalsvelli. Þar sem Ísland er að leika við A-landsleik við Noreg og þúsundir áhorfenda. Og eins og ég segi, svo er hérna mótið, Íslandsmótið stofnað 1972 og oft með hangandi hendi knattspyrnudeildanna. Við sjáum endalausar fregnir af því og alveg ótrúlega lengi að dómarar mæti ekki á leiki, þú veist, jafnvel bikarúrslita leikir kvenna sem að tefjast vegna þess að menn uppgöta bara þegar á að flauta til leiksloka, það hefði gleymst að búa dómara. Og það er bara verið að grafa einhvern með dómaraskírteini upp í grendinni. Ég er hérna í framtreyjunni og það er nú kannski eitt svona lægsti punkturinn í sögu míns félags þegar að stjórn knattspyrnudeildar ákveður einhliða og í óþökk kvennana í flokknum að leggja niður kvennaliðið árið 1981 bara vegna þess að þeim fannst það bara að taka of mikla æfingatíma. Í því liði voru stúlkur sem voru margfaldir Íslandsmeistarar í handbolta, fóru og gengu til liðs við Breiðablik og hjálpuðu til við að leggja grunninn að því sigursæla liði. Og þar komum við kannski aftur dálítið inn á þessa kenningu að við sjáum það að fótboltinn, hann á kannski kvennafótboltinn á auðveldara með að þrífast innan Breiðabliks, sem að var félag sem var með mjög veikburða kallaflokk og mjög litla sögu í kallafótbolta. Og þá er einhvern veginn eins og að konurnar séu ekki að koma jafn mikið inn og ögra og vera að hirða eitthvað sem að aðri töldu á þeim bæri. Einmitt. Og svo það eru heimsmeistarakeppnin sem var þarna fram. Fyrsta heimsmeistarakeppnin fer fram 1970 í Ítalíu, eða ekki? Já. Eða svona ekki opinber heimsmeistarakeppni en... Já, eiginlega, það er pingu skemmtilegt. Það er nú kannski dæmi um það hvernig menn hérna vilja aldrei svona skrifa söguna út frá sigurvegurum. Fyrsta stóra keppnin sem að gaf sig út fyrir það að vera heimsmeistarakeppni og var óopinber. Hún fer fram í Mexíkó 1969 og er merkilegt mót og skiptir máli í þessari svona endurreisn kvennafótboltans í Evrópu, vegna þess að þarna er Mexíkó nýbúið að halda heimsmeistarakeppnina 1968 með risastóra velli og með alla þessa innviði, og þá þurfti náttúrulega að skapa verkefni fyrir þessa fótboltaleikvanga og allir innviðirnir fyrir hendi til þess að halda stórmót.
Já, eins og ég segi fyrir gjöðu, hérna, þeir voru búin að halda Ólympíuleikana 1968 og voru að búa sig undir að halda heimsmeistaramótið 1970. Þetta er náttúrulega oft þannig að þegar að menn halda stórmót, reisa innviði, þá þarftu náttúrulega að nota þessa sömu leikvanga árin á eftir. Þannig að Mexíkó var með alla klær úti að halda knattspyrnukeppnir. Þannig að þeir efna til óopinberrar heimsmeistarakeppni 1969 bjóða liðum frá Evrópu og sem þá í mörgum tilvikum bara einhver félagslið sem samt dubbuð upp sem landslið. Þannig að einhvert danskt félagslið bara kynnt til söguna sem danska landsliðið og sama gildir með Ítalíu og þessum liðum bara flogið til Mexíkó, allur kostnaður greiddur. Bara vinnutap og ferðir og fín hótel og það eru tugþúsundir sem að mæta á leikina og þetta er mót sem að skiptir fyrir vikið mjög miklu máli í að þessari endurreisn kvennafótboltans en hefur verið strikað aldrei fallega út úr sögunni vegna þess að hafa eitt og annað í tengstu við þetta mót sem er nú kannski ekki alveg politically correct í baksýnisspeglinum vegna þess að mótshaldarar kynntu þetta að því að við vorum að veltaði fyrir okkur hvernig menn hefðu nú séð kvennafótboltan einmitt í aldarbyrjun, hvort þetta hefði verið algjörlega bara íþróttakeppni eða hvort að einhverju leiti verið svona hálfgert grín að skipuleggjendurnir þarna 69 kynna þetta öðrum þræði sem bara svona hálfgert fríksjó að þetta þykir ofsalega skrítið, allir pallarnir eru fullir af einhverjum mexikóskum áhorfendum sem vissulega borguðu fullan aðgangseyri en voru öðrum þræði bara að horfa á stelpur í stuttbuxum svona þetta þótti nú og var aldrei meira fagnað heldur en þegar einhver gerði svona kunstug mistök þá var voða gaman til að svona árétta það þetta væri nú ekki alveg alvöru fótbolti að þá voru mörkin og markstangirnar lituð bleik og í allri kynningu þá var gert mikið úr því að sko í búningsklefunum væri búið að setja upp svona snirtiborð þannig að hver og ein knattspyrnustúlka gæti nú sko púðrað sig og passað hárgreiðsluna og haft það allt saman í fínu lagi áður heldur en farið var út á völlin. Margt af þessu hefur ekki elst mjög vel þannig að það er kannski ekki skrítið þó að knattspyrnu konur sem að vilja náttúrulega taka sína íþrótt alvarlega og líta á sig sem jafnoka karlmanna hafi þóttið sópa þessu móti undir teppið. Eins nefnir síðan þessi móta á Ítalíu sem að fara fram. Það er þóttið merkilegt að Ítalir kannski að sumuleiti eins og var í kallaboltanum á sínum tíma þá er komin svona vísir að atvinnumennsku á Ítalíu kemur kannski úr smá ólíklegri átt úr ólíklegri átt en bara fótbolta áhugin þar var nægur til þess að drífa svona litla atvinnudeild þarna á 8. áratugnum, hún var alltaf ofboðslega veikburða og líka dálítið svona þetta pínulítið þetta element að það væri nú svona þetta væri nú svona skrítin og kunstug íþrótt og þú værir öðrum þræði værir líka bara að horfa á sætar stelpur sprikla og þetta er enda stef og Hafdís Erla því ég nefndi hana á áðan hún hefur nú dregið það fram í sínum rannsóknum að við sjáum þetta mjög oft í fyrstu skrifum eins og hér á Íslandi þegar íþróttafréttamenn eru að tala kvennafótbolta í löndunum í kringum okkur úrslita hvernig þessar alþjóðlegu keppnir fara og svona þá er oft svona hnýtt inn einhverjum svona tilgangslausum lokasetningum það að það sé nú skemmtilegt fyrir fótbolta áhuga menn að horfa nú á veikara kynnið og
hérna, þetta sé nú gaman fyrir augað líka. Einmitt. Þannig að svona, einhverja svona óþarfa pillur sem eru látnar fljóta með. En þessi viðsnúningur sem fer svo að eiga sér stað, það er fylgir því dálítið að Bandaríkin álpast til þess að vera eitt sigursælasta kvennaliðið í þessum fyrstu heimsmeistaramótum. Töluðum nú þessa fyrstu opinberu heimsmeistarakeppni 1991 með 80 mínútna leikina, engir styrktaraðilar og mörg svona keppnislið sem okkur þætti skrítin í dag. Norður Kórea var stórveldi í kvennafótbolta, svo dæmi sé tekið. En Bandaríkjamenn hafa nú alltaf verið góðir í að vera sko stoltir af sínu fólki. Og þegar að bandaríska kvennalandsliðið vinnur ekki bara heimsmeistaramót, heldur vinnur ólympíuleika. Og í Bandaríkjunum það að keppa á ólympíuleikum og að vinna gull fyrir Bandaríkjun á ólympíuleikum, það stórt. Og það alveg sama hvað íþróttin skrítin. Þannig að bandarískur kvennabolti verður fyrir að rísa gríðarlega á 10. áratugnum. Það verða til háskólarnir bandarísku sem að hafa allir líka þurfa að uppfylla ákveðna svona kynjakvóta varðandi íþróttastyrki og annað slíkt. Þeir fara að byggja upp sterk lið í kvennafótbolta sem að aftur soga til sín leikmenn frá Evrópu. Það var tímabil þar sem að fjöldin allur af íslenskum stelpum fóru og spiluðu fótbolta á námstyrk í Bandaríkjunum og öfugt við kannski marga af íslensku strákunum sem fóru sömu leið, að þá voru þær að spila við sko fínustu og flottustu háskólana, bara Ivy League skólana bandarísku. Þetta skiptir máli. Í Evrópu þá það svona í aldarbyrjun, þá eru Svíar í rauninni eina landið sem að halda úti atvinnudeild sem að gerir það svona verkum, það pingu kunstugt að Marta hinn brasilíska, einhver frægasta knattspyrnukona sögunar, að hún leik í Svíþjóð. Þjóðverjarnir taka svo dálítið við keflinu og svo höfum við séð, sem ansi merkilegt, á allra síðustu árum, að þá virðist það bara hafa komist inn á gátlistan hjá stóru klúbunum í Evrópu, bara ef þú ætlar að vera tilheyra ákveðinni fótbolta elítu, ætlar að vera bara Manchester City eða Barcelona eða Juventus eða PSG, þá þarftu bara að tikka í það box að hafa kvennaflokk. Og það var til dæmis dálítið merkilegt að þegar að þessi stóru klúbbar ætluðu að rífa sig burt frá UEFA og stofna sína ofurdeild sem var barið niður með fjölda mótmælum hérna fyrir ári síðan eða þar bil, að þá var svona partur af þeim pakka sem að þeir kynntu til þess að selja þessa hugmynd, það er því líka sett upp ofurdeild kvenna við hliðina á. En sem komið þá þetta hins vegar afskaplega útgjaldafrítt fyrir þessi lið, því að það að reka hérna kvennalið hjá þessum stóru klúbbum kostar ekki nema sko brot af því sem að það að halda úti bara kannski einni stór stjörnu kostar fyrir karlaflokk. Í launakostnaði. Já, launakostnaði. En við erum allavega að horfa á áhugaverða tíma í þessu. Mikill uppgangur á stundinni. Það mikill uppgangur. Félögin eru að átta sig á sölugildinu. Maður bara tekur eftir því að það ekkert stórlið sem að kynnir nýjan búning án þess að það séu sko toppleikmenn úr bæði kalla og kvennaliðinu sem að pósi á kynningunni og myndunum. Og það ekki vegna þess
að menn séu svona vók eða jafnrétti sinnaðir sem að stýra þessum stóru liðum. Nei. Það bara peningarnir sem að telja á einhver markaskrein. Einmitt, mikil vaxtatæki fyrir þarna til staðar. Ég held að við séum allavega komin ansi langa leið frá því að kvennaflokkunum sé ekki hleypt inn á grasið nema á strigaskóm og harla ólíklegt að enska knattspyrnusambandið fari að banna kvennaknattspyrnu með þeir rökum að það komi veg fyrir barneignir leikmanna síðar á ævinni. Akkurat. Er það ekki bara tæmdur í dag, Stefán? Það er ekki bara. Það er ekki bara. Við þökkum bara fyrir okkur og sjáumst að viku í liðinni.